Já, komið sæl. Lægðarsvæði fyrir sunnanlandi veðurstefið hjá okkur næstu daga og þessu veðri kemur þá til með að fylgja suðlægar áttir hjá okkur og væntanlega vætutíðum einkum sunnan og vestanvert landið en þó verður nú einhver væta fyrir norðan einnig þó einhverju minnamæli sé og það mun gera ráð fyrir því að þetta veðurlag mun nú verða hjá okkur alveg vel fram í næstu viku. Nú, þessari suðaustana átt fylgir nú hlýtt veður og við sjáum hérna á hitamyndinni að það svona hlý suðaustanátt sem að leikur landið hjá okkur og hitastigið fór nú upp í 20 stig fyrir austan í dag og gert ráð fyrir að hann gæti jafnvel slegið hátt í 20 gráðurnar fyrir norðan á morgun og síðan nú ekki annan að sjá en að það verði milt veður hjá okkur alveg vel fram í næstu viku og jafnvel fram á næstu helgi. En Íslandskort fyrir morgundaginn það lítur þá svona út að það gert ráð fyrir að það verði suðaustlæg átt hjá okkur og það gæti nú orðið svona strekkingsvindur einkum hérna við suðurströndina og það má nú gera ráð fyrir því að það verði væta sunnan og vestanvert landið en svona mestu þurft hérna á norðaustan til þó að það sjást kannski ekki mikið til sólar og hlýti á okkur áfram og eins og sagði hlýjast verður hérna fyrir norðan þar sem heitin gæti alveg farið í 18-19 gráður. Nú síðan á mánudeginum nú gert ráð fyrir að verði nú svona mestu þurfti allavega yfir daginn og þá verður svona gæti orðið bjart hérna vestan til en síðan á mánudagskvöldið nú gert ráð fyrir það komi hérna lægðarsvæði hérna upp á austurströndinni og fari nú að rigna hérna og suðaustan til á svona seint á mánudagskvöldið og síðan fer þetta lægðarsvæði hérna vestur eftir aðfarnótt þriðjudags og á þriðjudaginn verður nú svona frekar þungbúið hjá okkur einkum sunnan og vestanlands það verður og gera ráð fyrir því að það verður svona einhver væta mjög víða það verður nú ekki mikill vindur í þessu en það má nú gera ráð fyrir því að á austan til verður nú svona að mestu þurrt og áfram verður svona milt í veðri hjá okkur. Nú síðan á miðvikudeginum að þá nú svona nokkuð svipað upp á teningu hjá okkur úrkomusvæði hérna sem liggur hérna við suðurströndina. Það nú reyndar ekki gert ráð fyrir að verði mikil rigning í þessu en það má nú gera ráð fyrir því að verði svona einhver bleyta meira og minna allan daginn en norðan til gert ráð fyrir því að það verði nú svona þurrt og nokkuð bjart og þar gæti nú svona sést eitthvað til sólar þó að það verði nú kannski ekki miklu mæli. Nú síðan ef við förum hérna til Evrópu að þá nú hæðasvæði yfir Skandinavíu og því fínasta haustveður á þeim slóðum. Það nú reyndar úrkomusvæði hérna yfir Bretlandseyjum og rignir víða og síðan þegar við förum hérna suður á bógina þá nú líka lægðardragi hérna yfir Ítalíu og gert ráð fyrir að það rigni á morgun en aftur á móti yfir Balkanskaganum hæðasvæði og svona hæðamiðjan hérna við Svartahafið og þar verður því besta veður heiðskýrt og hæstu hititölur í kringum 24-5 stig. Nú ef við förum að Atlantshafinu að þá nú gert ráð fyrir að verður nú svona farið aðeins að létta til hérna á Íberíuskaganum og svona lítið úrkomu en aftur á móti gert ráð fyrir að það rigni víða duglega í Frakklandi og gert ráð fyrir rigningu í París á morgun. Nú ef við förum vestur hafa þá nú hæðasvæði hérna yfir austurströndinni og því fínasta veður og við sjáum að hititölunum gert ráð fyrir heiðskýru veðri og 30 stigum í Washington og þetta teygir sig hérna niður að Mexíkóflóa. Nú síðan höfum við lægðarsvæði hérna við vötnin miklu sem að teygir sig hérna suður á slétturnar og það má gera ráð fyrir það verði víða þrumuveður og talsverð úrkoma. Og síðan höfum við hæðarsvæði hérna yfir Klettafjallunum og hið fínasta veður við vesturströndina. En það verður sem sagt suðlægar áttir hjá okkur núna næstu daga og bleyta í kortunum einhverjum landið sunnan og vestanvert. Verið sæl.